Úrvalið af Bertoni í djós. Þátturinn í boði djós. Taktíkin í boði Lemon á Akureyri. Já, komið sæl og velkomin í taktíkina. Við ætlum að fjalla körfubolta í þessum þætti. Tindastóll náttúrulega stórveldi hérna fyrir norðan og til mín í setti komið með hann Brynjar Þór Björnsson. Velkomin. Takk fyrir það. Hvernig líður þér í vinrauðu treyjunni, svona fyrsta spurning? Bara ótrúlega vel. Það ný tilfinning að vera í öðru búning heldur en KF-búningnum og eitthvað sem maður kannski bjóst ekki við fyrir nokkrum árum en eftir síðastliðin vetur þá fannst mér svona að ég þurfa á breytinga að halda og þá kom ekkert annan til greina en að fara hingað á norðri land og fara í vinrautt. Það nú held ég óhætt að segja að þetta kom mjög mörgum á óvart. Þú ert Íslandsmeistari með KR og svo sér maður fréttirnar að þú ert orðinn leikmaður Tindastóls. Einmitt liðin sem mættust þarna í úrslitaleiknum en það margt sem spilar inn í þessa ákvörðun. Já, engin spurning. Það var komin einhver þreyta í hausinn á mér bæði það, við vorum búin að vinna allt, búin að vera í öllum úrslitaleikjum síðastliðin 5 ár og mér fannst vanta eitthvað, það kom að tímabilið þar sem ég sagði við konuna mína að á maður að fara að segja þetta gott, á maður bara að fara að hætta í körfubolta. Það vantaði eitthvað upp á það. Ég var ekki að njóta mín, ekki á æfingum og ekki í leikjum. Þessi spenna var horfin og þessi gleði sem var svona þreifst á inn á vellinum að vera að keppa. Það það sem lífið snýst að mínu mati, allan í körfuboltanum, að keppa við aðra og reyna að standa sig. Sú tilfinning var horfin. Þannig að mér langaði að breyta til en mér langaði ekkert að fara í annar lið á höfuðborgarsvæðinu. Mér langaði bara að venda kvæðið mínu kross og fara bara eitthvað allt annað. Upplifa nýja hluti, kynnast nýju fólki og fara bara í sveitalífið eins og maður segir, í kyrrðina og bara upplifa nýja hluti eins og segir. Akkurat, og þú hefur alveg tengingu í Tindastól, þetta ekkert alveg bara, út úr kortinu, pabbiðinn spilaði nú með Tindastól. Já, pabbi spilaði og þjálfaði Tindastól fyrir 34 árum síðan, 35 árum og var oft búinn að grínast með þú ætti nú bara að skella þér norður á krókinn og ég segi oft svona, ég sé ekkert líkur pabba, ég ger ekkert eins og pabbið en maður mættur á krókinn og margir sem muni eftir pabbi kenndi fullt af fólki þarna og vann með nokkrum þarna. Og það mjög gaman að vera mættur þarna og svona hafa þessi tengsl við Skagafjörðinn og ásamt því að konan mín ætti úr Skagafjörðinum og Kolkósi, þannig að tengslin voru fyrir en þetta var bara ekki það að ég hef alltaf búinn að ákveða að fara í Skagafjörðinn en Tindastóll var með mjög öflugan hóp Íslendinga þarna áður en ég tók þessa ákvörðun og sterkan kjarna og eina stóra ákvörðun var að fara hingað var út af því að ég sá lið sem átti möguleika að fara alla leið og ég gæti bætt einhverju liði sem leikmaður. Maður spyr svona út í móttökurnar, þú kannski vissir ekkert alveg út í hvað var að ganga og í úrslitarimmunni það gekk nú ýmislegt á og Pétur, leikmaður Tindastóls, vildi nú meina að þú ætti nú stundum ekkert erindi á völlinn. Eitthvað til í því hjá honum eða? Nei, auðvitað. Mér fannst þetta mjög leiðileg ummæli á sínum tíma og maður velti alveg fyrir sig hvort maður gæti spila með Pétri og hvort þetta væri eitthvað sem myndi koma í veg fyrir okkar góða sambandinn á körfuboltavellinum. Málið var bara þannig að á þessum tíma voru við orðnir þreyttir, vorum orðnir þungir, þeir voru ferskir og graðir í sigur meðan við vorum svona að reyna að toga síðustu kannina upp úr hattinum og Pétur var stórkostlegur í þessu einvígi og ég svona einhvern veginn á það til að fara í svona kannski þessa hugarleiki við leikmenn og aðeins hvað segir maður, svona challengea menn í svona andlegt einvígi. Ég fór þar alveg aðeins að spila kannski fastar við hann og láta hann aðeins hugsa eitthvað annan heldur en hvað hann væri búinn að vera góður í einvíginu og hugsa eitthvað annað en körfubolta. Og það bara partur af leiknum að þetta hugarleik fyrir mig, þetta ekki bara körfubolti og það að vera sterkur á svellinu en ég hafi verið að gera eitthvað sem kannski eitthvað út úr kortinu það var kannski fullt mikið en
En vissulega spila ég fast og ég geri það sem þarf til þess að vinna og mér langar að vinna og þetta er bara keppnisskap sem þarf til þess að ná alla leið og ég held að hann hafi bara lært af þessu, hann á eftir hann hefur þroskast örugglega mikið við þessi ummæli út af því að þetta umtalið sem hann fékk eftir það var kannski ekki gott og þetta var svona slæmt umtal frábæra seríu að mínu mati en við náum vel saman í dag og að mínu mati er þetta bara gleymt á grafi sko, þetta hefur engin áhrif á mig og ég held að þetta hafi engin áhrif á hann. Nei, hann er ekkert brókaðið þegar þú komast í liði. Nei, þú ert svona leikmaður sem menn vilja hafa með sér í liði frekar en á móti sér og mikið keppnisskap. Já, ég vona það og ég vona að ég geti bara miðlað af minni reynslu til þeirra og kannski hjálpa þeim í að taka þetta næsta skref. Hann náttúrulega er ennþá bara 21 eða 2 ára og allir þessi strákar eru ennþá ungir. Og þetta var kannski svona fyrsta svona alvöru svona andlega próf fyrir hans hönd sko. Þannig að ég held að hann hafi lært gríðarlega mikið af þessu og þegar það kemur að næstu úrslitakeppni þegar hann endir á móti einhverjum öðrum fávita eða einhverjum erfiðum þá bara segir hann bara, heyrðu, ég er yfir þetta hafin og þetta hefur ekki áhrif á mig og það er það sem ég vona að hann hafi lært af þessu. Þú velur númer 19 þegar að númerið 4 er laust hjá liðinu. Spila númer 4 hjá KR og vinnur nú heldur betur nokkra titla með því númeri. Þú ákvæmst ekki að fara í númer 4? Nei, þetta er svona partur af nýrri byrjun í rauninni. Mér langaði að númer 4 tengi ég einhvern veginn bara við KR og ég var ekki eins og númer 4 í landsliðinu, þannig að 4 einhvern veginn vildi ég bara hafa sem KR-númerið mitt og 19 hefur reynst mér mjög vel. Strákurinn minn, Bjartmar Jón, er fæddur 19. janúar og kona minn er fædd 19. ágúst og svo giftum við okkur núna síðastliðinn maí, 19. maí, þannig að það 19 einhvern veginn hefur verið góð tala fyrir mig og ég ákvað því þar að leiðandi að heyra þessa tölu og vera númer 19 í vetur þó hann sé auðvitað dálítið sérkennileg. Það er skrítið að vera númer 19 en ég ást að bara einhvern veginn eiga vel við í þetta skipti. Ykkur hefur gengið mjög vel, þið eru búin að vinna núna fyrstu 4 leikina. Fyrsta svona alvöru prófið var kannski í síðasta leik á móti Njarðvík en já, það var nú bara auðveldara en menn héldu. Já, fyrirfram þegar við horfðum á dagskrána til þess að byrja tímabilið þá sáum við þarna 3 lið sem var spáð 8. til 12. sæti og við settum okkur bara kröfu á sjálfum okkur að við ætlum að vera 3-0 þegar við myndum mæta Njarðvíkingum. Og við fundum það á móti Haukunum síðustu viku að við vissum að þeir væru lækkanum við og við ættum að vinna og það fór inn í undirmeðvitundina, komum til leiks þar sem við vorum einhvern veginn að búast við að þeir myndu bara leggjast niður og við myndum bara labba yfir og hafa það gaman. En það sýndi sig að við komum í leikinn mjög flatir og vorum undir í hálfleik móti liði sem við bara eigum að pakka saman að mínu mati. En áttum góðan seinni hálfleik þar sem sýndu smá karakter. Þannig að núna þegar við spilum sem við Njarðvík í gær, þá fann maður bara munin í vikunni, í æfingum og öllu. Það var miklu meiri einbeiting í öllum hópnum, við vorum spenntir og tilbúnari. Það var einhvern veginn allt önnur einbeiting. Og þegar við komum í leikinn í gær vorum við náttúrulega bara tilbúin í að berjast. Við ætlum að sýna það að þessi fyrstu 3 leikir, þetta var ekkert svona eitthvað óvænt. Við ætlum að sýna það að við værum eitt af þessum topp 3 liðum á Íslandi og mér fannst ekki bara byrja mjög vel og vörnin okkar hefur verið frábær og sóknarleikurinn var góður í gær og ég hef verið að segja við strákarnir í liðinu og sérstaklega Hannes og Viðar og þessa aukarleikara að við förum eins langt og þeir taka okkur Þeir þurfa að stíga upp í vetur og sýna taka næsta skref, bæði það sóknar og varnarlega. Við vitum að Viðar er frábær varnarmaður en við viljum fá meira frá hann sóknarlega og hann sýndi það í gær. Hann setti hann á 2 þrista til að byrja leikinn og kom okkur nokkurn veginn á stað ásamt því að Pétur var frábær. Hann leiddi okkur alveg frá byrjun og var ákveðinn og ég vona að þetta sé bara það sem koma skal í vetur frá honum út af því að þegar hann er í þessum gír þá eru mjög fáir sem stoppa hann. Það er komið tíma auglýsingar, við erum bara rétt að byrja, upphitun er búin, ég ætla ekki að sleppa þær alveg strax. Við erum að kíkja í auglýsingar og við höldum svo áfram hérna eftir þær. Boswil skyrtur í miklu úrvali. Þátturinn er í boði í Jóð.
Taktíkin í boði Lemon á Akureyri. Já, velkomin aftur kæra áhorfendur. Við höldum áfram með honum Brynjari. Brynjar, Tindastól, lífið, tilveran, þetta fjölskyldan spilar hérna stóran þátt í því að þú ferð og spilar með Tindastól. Hvernig kann fjölskyldan við sig á Króknum? Við erum alveg í skýjunum með þessa breytingu á lífinu okkar. Það hérna, fyrir mig þetta miklu meiri tími svona til þess að kannski bara slaka á og vera fá sér kaffibolla í staðinn fyrir að vera fastur í umferðinni í bænum sko. Það stutt á æfinga, það stutt í leikskólann, það stutt í búðina, þetta bara mínútu spursmál hvort maður sé á leiðinni á æfingu eða konan manns að koma úr vinnunni og maður þarf að fara eitthvað, maður ekki klukkutíma fyrir æfingu, þú þarf að fara að drífa þig heim sko. Þá hún komi korteri fyrir, þá var það allt í góðu. Og það kannski helsta breytingin að það bara einhvern veginn meiri tími aflögu til þess að leika sér í rauninni. Bara æfa betur og hvíla sig meira á milli æfinga. Og sonur minn elskar leikskólann og elskar að fara í síkið og hitta strákan í liðinu. Þannig að hann að pluma sig svakalega vel. Fjölskyldan fyrir sunnan, bróðir þinn og mágur, þeir komnir í Vínraut og fattin að halda með Tindastól? Já, bróðir minn mikill KR-ingur sko, og náttúrulega öll fjölskyldan. Þetta bara KR fjölskylda alveg út í eitt og við elskum KR, ég get alveg sagt það. Þannig að það örugglega dálítið erfitt fyrir bróðir minn sem náttúrulega verið KR-ingur og mikill KR-ingur að breyta til, en þau vilja náttúrulega bara að mér gangi vel og liðinu. Auðvitað þegar við spilum mútið KR þá náttúrulega blendar tilfinningar, en þau vilja að Tindastóll verði eitt af topp 2 og fari alla leið auðvitað, vilja sjá mig náttúrulega bara blómstra og það er gott að finna fyrir þessum stuðning sem fylgir í að vera bara í körfubolta og öll fjölskyldan körfubolta aðdáendur. Þetta snýst körfubolta, litli frændi hann 15 ára og alltaf að spila og mágur minn gamall körfuboltamaður, pabbi finnum formaður KKÍ, þannig að körfubolti bara fjölskyldan sko. Og þarna á Króknum þá snýst líka lífið og tilverandi dálítið mikið körfubolta og þú þekkir það vel, þú ert líka að þjálfa. Já, það náttúrulega bara körfur út allt þarna. Þegar maður flutti í Krókinn núna í haust sko, eða í ágúst, þá sá maður bara að það körfubolta vellir út allt, það körfur á bílskúrunum og þá þetta satt sem fólk verið að segja, þetta bara körfubolti og það það sem allt snýst Og maður finnur það líka þegar ekki vel gengur, þá góð ára í bæjarfélaginu. Það allir glaðir og ánægðir og vilja spjalla körfuboltann og finnst bara gaman að fylgjast með. Það ótrúlega skemmtileg tilfinning, maður hittir krakkarna sem að æfa og í íþróttahúsinu og í skólanum, maður alltaf að hitta einhverja sem bara að tala körfuboltann. Þannig að þetta eins og segi, körfuboltabær og það mjög gaman að fá að taka þátt í þessari uppsveiflu sem hefur verið þarna síðastliðin ár og sérstaklega vera með þessum sterka íslenska kjarna sem fyrir í liðinu. Því að án þeirra væri ekki sama stemmingin. Eins og segi, fólk vill ekki mæta og horfa bara einhverja útlendinga spila. Þeir vilja sjá sína heimamenn standa sig og eins og daginn í dag blandan í liðinu svakalega góð. En það náttúrulega fólki í bænum á liðið og það vill eiga eitthvað bókstaflega í liðinu. Svo segir leikmenn úr heimabyggð. Þetta spila líka niður í yngri flokkana að sjá að þú átt möguleika á að spila þarna ef þú stendur þig vel. Já, engin spurning. Og eins og segir, Pétur og Viðar og Hannes komnir upp gegnum starfið þarna á Króknum. En það getur verið erfitt fyrir svona lítið bæjarfélag að halda þessum standard. Það kannski líða 5-10 ár á milli leikmanna eins og fram að því áður en Viðar og Hannes og Pétur komu. Þá var það Svavar Birgis og Helgi Freyr, þannig að það kom kannski 13 ára bil þarna þar sem kom einhverjir leikmenn. Þar af leiðandi held ég að sé mjög mikilvægt fyrir eins og Tindastóll til þess að halda standardinn svona háum að fara að útvíkka sitt starf og fara í bæjarfélaginu kringu sig og vera bara Tindastóll á Blönduósi og Skagaströnd og þess svona Hvammstanga til þess að búa til ennþá fleiri körfuboltaða krakka sko. Þannig að það margt í stöðinu sem hægt að gera og ég var til að taka þátt í því að svona móta þetta starf út af því að
eins og ég segi, það mikil körfuboltahefð og það lífið snýst körfubolta og þar að leiðandi myndi ég vilja sjá Tindastóll fara enn lengra í sínu starfi og setja sér háleitari markmið í að stækka starfið. Og á Króknum nú, næstum því bara allt til alls, ef við getum sagt það. Þarna hægt að koma og læra og stunda þetta nám, þannig að þetta kannski fínn staður fyrir yngri leikmenn til þess að koma og starta ferlinum. Engin spurning, eins og með þessa akademíu sem núna í gangi í menntaskólanum og framhaldsskólanum og geta æft körfubolta, það stutt á milli, það er stutt að vegalengdir á milli staða, þannig að krakkar geta verið í skólanum, farið á körfuboltaæfingu, farið í skólan aftur þess vegna og lift og það er allt einhvern veginn til alls og þetta staður þar sem leikmenn geta bætt sig. Auðvitað oft erfitt að fara fyrir fjölskylduna á þessum aldri en eftir að hafa flutt á Krókinn þá tekur maður eftir að það er ekkert svo langt að keyra í 3 tíma. Þetta er oft lengra fyrir fólki úr höfuðborginni að koma heldur en að fara frá Króknum og til Reykjavíkur sko. Þannig að ég held að þetta er eitthvað sem þeir ættu að kýla enn meira á þetta því að spila á Króknum er yndislegt, það er gaman, það er góð stemming. Maður upplifði það eins og í gær, leikur í október á móti í Njarðvík og það var bara fullt hús og trommur og læti og geggjuð stemming. Þannig að það er rosalega gaman að spila fyrir framan svoleiðis stuðningsmenn. Ertu eitthvað að smitast að þessari Króksveiki? Sérðu fyrir þér að ílengjast þarna eitthvað? Ég skil vel af hverju fólk ílengi sko. Maður skilur vel, maður búinn að heyra marga, ég ætla nú bara að búa í hálft ár eða 1 ár og svo eru komin 8 eða 10 eða 30 ár sko. Þannig að ég get alveg séð mig fyrir að það gera sko, en eins og staðan núna þá tek ég bara þetta tímabil, 1 tímabil í einu og svo sjáum við hvað setur og út af því að kona mín eins og segi læknir og hún þarf að fara erlendis til þess að klára sitt nám, þannig að markmiðið er að allan að taka 1, 2, 3 tímabil í viðbót og svo flytja út og upplifa nýjan heim. Og ykkur er spáð þessari titilbaráttu líka, við tölum Tindastól, þannig að þú stefnir nú á það að ná einhverju titlum í safnið. Er planið að bæta stigametið hjá Teiti? Titlametið? Nei, í rauninni ekki. Auðvitað væri það gaman og allt það og auðvitað kannski myndi hrokinn vilja það að við náum þessu metið sko. En þegar ferlinu lýkur sko, þá titlarnir eru auðvitað mikilvægur og skemmtilegir og allt það og gaman hafa að upplifa alla þessa tilfinninga og rússíbana sem fylgja þessum leikjum sem að fara í úrslit og vera sveittur heima fyrir leik og svona. En þegar allt kemur til alls er það bara upplifun og liðsfélaginn sem standa upp úr og titlarnir muni vera svona aukaatriði en liðsfélaginn er klárlega nummer 1, 2 og 3 sko. Við kíkjum aftur yfir auglýsingar. Ég ætla að fá að halda aðeins lengur, við erum ekkert búin með þetta spjall. Sjáumst eftir auglýsingar. Úrvalið af Bertoni í djós. Þátturinn í boði djós. Taktíkin í boði Lemon á Akureyri. Let's go. Þá komum við að síðasta hlutanum á þessum þætti. Brynjar, þú ert ennþá hérna með mér. Það er alltaf hægt að spjalla. Ég verð að spyrja þig að biðja þig aðeins að bera saman þetta, að spila fyrir KR og spila svo fyrir landsbyggðarliði Tindastóls. Já, það er stórt spurt sko. Náttúrulega KR er náttúrulega búið að vera eitt elsta félag landsins og mikil hefð. Krafa á sigur náttúrulega alltaf bara, það er bara þannig. Og vera komin hingað, náttúrulega það sem ég upplifði náttúrulega áður en ég mætti á Krókinn var bara KR hatur á Króknum sko. Þrátt fyrir það var ekkert mikil svona, hvað segir maður, þó við varum ekkert mikið að mætast endilega í einhverjum stórum leikjum, þá fann maður svona að það var ekki hugsað lít til okkar í Vesturbænum. Þannig að koma hingað á Krókinn og gjörsamlega einhvern veginn umbelta því, sérstaklega ég sjálfur var nú ekkert mjög vinsæll leikmaður. Þá er bara gaman að einhvern veginn að ná að snúa þessu og bara spila fyrir fram þessu stuðningsmenn og láta það hvetja sig eftir að hafa verið að bauna á mann svona síðustu ár. Þannig að fyrir mér er þetta allt saman körfubolti sko.
það skiptir einhver máli þó að ég sé að spila fyrir Tindastól eða KR. Þetta bara, ég elska að keppa, ég elska að sjá liðsfélagana blómstra og svona einhvern veginn vera í sterkri liðsheild. Ég vil ekki vera eitthvað gæi sem bara að hugsa að skora mér 20 stig. Mér slett saman þau skori 3 eða 15. Eina sem ég vil að vinna og ganga vel sko, og líða vel. Ef ég svara spurningunni hvað svona einhverju munurinn á KR og Tindastóli, ég veit það er erfitt að segja sko. Fer rútan alveg vel með þig? Fer rútan alveg vel með þig? Já, auðvitað, það rútuferðirnar. Já, rútan fer vel með líkamann og það auðvitað lengra í leiki. En eins og segja, maður venst þessu, maður venst í að keyra. Þetta er ekkert langt 3 tímar og sérstaklega ef maður stendur upp og teygir úr sér og þá líður manni bara nokkuð vel eftir svona ferðir. Það er kannski eina svona sem ég sé svona öðruvísi. En auðvitað sé margt sem hægt að bæta í Tindastóli sko. Það er svona lítil atriði sem gera líf leikmanna svo þægilegt sko. Það er klefinn sem getur verið, þú getur verið með eigin hillu eða eigin histlu til þess að geyma góminn, svítaletti, rakspíra, hvaða eina sko. Þú getur geymt skóna en það er þvegið að þér. Ef ég á að segja alveg svo, þá er það mesta sem ég sakna frá KR og Krónu, það er að vera það sé þvegið af mér eftir æfingar. Þá bara net sem ég set dótið mitt í, æfingafatnað sem ég set bara ofan í net og læt húsvörðuna fá og þeir þvoða, þannig að þegar ég kem daginn eftir eða kem kvöldi þá er bara dótið mitt hreint og ég get bara farið í það. En núna er maður að þvo alltaf einhverja 1-2 vélar á dag bara á æfingadóti sem maður notar á æfingu sko. Þannig að þetta er eitt af þessum atriðum sem væri hægt að bæta og eins með það að vera í æfingafatnaði sem er merktur Tindastóli og bara stuttbuxur og bólur og þannig að þetta sé heildarlúkkið sé svona dálítið atvinnumannalegt sko, því að klúbburinn hefur allt til alls til þess að gera það sko. Ég er ekki mikil aðdáandi þess þegar maður kemur inn í sal og þetta geti verið þess að verið eitthvað bumbulið eða eitthvað á æfingu eða bara svona einhverju gæjar í hádegisbolta skilurðu. Ég vil að þegar fólk kemur og sér okkur, saman hvort við séum að koma úr rútunni eða á æfingar eða hvað eina, að sé bara ok, þetta er Tindastóll og Tindastóll eru mættir, skilurðu. Þeir eru í Tindastóls æfingatreyjum, stuttbuxum, þeir koma úr rútunni, eru í Tindastóls peysu, eitthvað svona. Þannig að það er eitt af þessum svona sem held ég bara almennt íslenskt lið geti bætt sig í. Þetta er ekki bara Tindastóll, þegar maður sé fullt af liðum sem eru ekki í alveg eins æfingatreyjum. Mér finnst fátt leiðilega en að sjá einhvern í svörtum treyju og einhvern í gulum stuttbuxum og einhvern í rauðum ból eða eitthvað sko. Þannig að þetta er klárlega eitthvað sem svona, kannski einn af þessum munum frá KR og Tindastóli sem ég held að við eigi eftir að breytast og vonandi mun það bara gerast á næstunni sko. Að fara alla leið og búa til svona sigur, svona andrúmsloftið, við getum talað um svoleiðis. Já, bara á samheldni. Þetta er bara að vera, til þess að verða Íslandsmeistari eða bikarmeistari eða ná árangri, þá er þessi litlu atriði sem skipta svo miklu máli. Þó kannski einhverjir spá ekki í þessu, en það bara að líta vel út og svona eitthvað svona, allir séu eins. Þú ert bara partur af liði og liðið er bara eins sterkt og veikast til hlekkunni sko. Ef maður er einhver lítill hlekkur sem er ekki góður, þá bara getur þetta splundrast upp hvenær sem er sko. Ef við byrjum aðeins saman þessa þjálfara líka sem þú varst með, ungur íslenskur þjálfari hjá KR og svo Ísrael Martin hjá Tindastól, hvernig þetta finna þig? Ótrúlega vel, það er náttúrulega, ég var með Finn í 5 ár og við náttúrulega unnum allt sem við gátum unnið. Hann náttúrulega gerði ótrúlega vel bæði varnar og sóknarlega, við vorum allir á sömu blaðsíðu og sérstaklega eftir 3-4 ár saman að svona kjarninn var alltaf til staðar. Það var svo auðvelt að bæta við leikmönnum út af því að það vissi allir sín hlutverk, það vissi allir hvar vildu fá boltann, ok, ég fyrir hingað þá er hann mættið þarna og mér finnst einhvern veginn að vera sama myndast hérna á Króknum að það er þessi íslenski kjarni sem er búin að vera saman í mörg ár og þessi púsl sem koma utanfrá er einhvern veginn réttu púslinn og það er að leiðandi gera það verkum að þetta transition eða þessi svona þetta skref sem er verið að taka, það er einhvern veginn auðveldar út af því að það eru allir einhvern veginn tilbúnir að fórna einhverju til þess að liðsfélaginn ná árangri. Og það er einhvern veginn sem ég upplýði í KR, við gerðum hlutina bara einfalt en gerðum það vel. Og Ísrael er einhvern veginn að gera nákvæmlega sama með þetta liðsafninu með í höndunum núna, er að
hafa þetta einfalt en gera það saman og vera bara með einföld atriði, einfaldar reglur en virkilega virða reglunar og þá gerast bara hlutirnir. Þú þarft ekkert að hafa þetta ofur flókið. Þetta þarf bara að vera einfalt en menn virði það sem við verðum að fara yfir, sko. Og markmiðið, það bara að taka titilinn? Já, engin spurning. Ég ætla ekkert að fela það. Mér langar að þessi strákar upplýði það sem ég hef upplýðið að vinna. Auðvitað, það margir sem fá kannski aldrei að upplýða að vinna Íslandsmeistaratitil og ég búinn að upplýða 8 sinnum, þannig að maður nokkuð svona spilltur. En það að vinna Íslandsmeistaratitil ekkert úr glaður í viku og svo bara hversdags lífið, skilur, að taka úr uppþvottavélina og setja í þvottavél, sko. Lífið heldur áfram, sko. En tilfinningin náttúrulega frábær og sérstaklega þú vinnur þetta með góðum vinum og þá þetta einhverjum svona minningar sem þú átt eftir að halda í og upplifa aftur. Bara þú hittir vinina einhvern tíðan eftir 10, 15, 20 ár og bara djöfull manstu eftir þessum leik eða þessari körfu eða eitthvað. Það rifja upp svona atriði. Það getur verið náttúrulega mjög skemmtilegt þó að náttúrulega bara lífið haldi áfram, sko, þó vinnur ekki neitt. Það lýsið ekkert sem einhverju persónu þó þú náir endilega ekki þessu stóra en því að það leiðangurinn, það ekki endalokkin á þessu sem skipta máli. Þá þetta bara ferðalagið og vonandi verður þetta ferðalag eins skemmtilegt að getur verið, sko. Þessi frábæra lokaorð á þessu og Norðurlandið undir, Norðurlandið með, við styðjum Tindastól hérna og viljum að sjálfsögðu fá Íslandsmeistaratitilinn. Takk kærlega fyrir Bjarni, Brynjar. Okkur veitti ekkert af þessum hálftíma. Já, takk fyrir mig. Og þakka ykkur áhorfendur kærlega fyrir samfylgdina í þessum þætti. Við sjáum svo bara fersk í næstu viku. Boswil skyrtur í miklu úrvali. Þátturinn í boði Jóð. Taktíkin í boði Lemon á Akureyri.